Já, komið sæl og velkomin aftur í Kalda pottinn. Að þessu sinni engin annar en Auður Ingibjörg Ottesen gestur minn, aðal töffarinn á Suðurlandi. Velkomin, Auður. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Dásamlega nafnbót. Já, hérna eftir öll blómin, eitthvað sem er svolítið fín, hvað sem ær og kýr. Já, þetta er mjög kunnulegt. Já, en það er hefð fyrir því að skála Jesúlaði, taka smá Jesú í hjarta. Ok, og svona. Já, Okay. Og þetta er svolítið lífsins elixír og læknar þorsta, en það er bannað að framba, það stendur hérna umbúðunum, bannað að framba. Ok, ekki einu sopa. Já, þannig að það er svolítið andleg, svolítið andleg. En gaman að sjá þig og velkomin í þáttinn. Það er bara allt í lagi með þetta. Þetta er fínt, þetta er svona sítrónu límónaði. Já, virka holt. Já, límónaði, er það ekki orðskrítið bara dönsku eitthvað? Þess að við erum svo dönsk. Ekki segja þetta. Jú, ég var alveg på dönsku fæti. Allt var dammenni, já. Og hvernig gekk það fyrir sig? Áttirðu eðlilega æsku? Nei. Nei? Ég held ég ekki. En hérna... Var það danska fæðið? Nei, það var allt var dammenni og femínu. Og svo var sko konuna í Hveragerði og Hveragerði. Konuna í Hveragerði, þær voru sko í áskrift hjá Kaupfélagi. Nú? Kaupfélagi keypti inn blöð, rúllaði þeim upp og setti svona pappír utanum. Og svo voru krakkarnir látnir fara að sækja blöðin þegar við voru gefin út. Og maður átti einhvern veginn alls ekkert að vera að segja pappa frá þessu, því þetta þótti svona að vera að setja mjólkurpenningin í eitthvað annað en átti að fara kannski. Og svo bara lágu konunar yfir þessu og mamma held ég hafi bara verið læs og dönskur. Grunar það, en við borðum uppskriftina úr þessu blaði. Ég átti hann ekki á eftir að finna, sko, ég elskaði lifrarétti. Það var ekki nokkur Íslendingur sem að borðaði lifur, en þetta kemur alltaf úr dönsku blaðinu. Og plukksalat, svo kallaði hann þetta svona plukksalat. Þannig að ég var borðandi þetta og það var bara ræktað grænmeti út í garði alla mína tíð. Í Hveragerði? Í Hveragerði, það er kannski ekkit óeðlilegt, en á Íslandi var það bara ekki, það var bara kartöflur og rófur. Já. Ekkert annað í boði og kannski einstaka sko með gulrætur. Svo var það mamma og dönsku og þýsku konuna sem var að rækta grænmeti. Já, ok. Af því hún var með dönsku blöð. Sko. Dönsku blöði? Já. Þaðan kemur nafna hljómsveitin Ný dönsk. Já, þeir eiga örugglega einhverja ömmu sem að... Það voru auglýsingar frá bókabúðum, Nýju dönsku blöðin komin. Já, það var alltaf. En mér fannst þetta svo krúttlegt sko, það er Kaupfélagi sem að sá og þær voru áskrifundur í gegnum það. Og þetta lá ekkert frammi, þetta var bara allt pakkað inn í rúllu í svona járnkörfu sem við krakkarnir fórum og sóttum. Dönskublöð. Já, það var búið að borgaði fyrirfram. Stemming. En ertu fædd í Hveragerði? Ertu semst átt allar þínar götur þar? Já, sko, já, í rauninni, því að faðir minn er fyrsti sveitarstjórinn í Hveragerði, kemur 54 og þá er næsta systir við mig og rétt fædd og önnur 3 systkini eldri og ég fæði svo 56 sko. Þá þau búin að vera 2 ár. Veitu þú þá hvar er rauninni? Miðjubarn? Ég er skelfilegt miðjubarn. Já. Alveg. Ég er númer eitthvað, 15. Já, ok. Og þá voru fædd 8. 8 börn? Já. Það þóttu nú kannski ekkert óeðlilegt í þá daga? Jú, aðeins. Við þóttum mörg og það var einn yndislegur brandari sem var hérna að það var alltaf á vorin, þá var sko, þú veist, sauðburn og allt það, en það var líka alltaf talið upp hvaða konur í þorpinu væru í barnsafandi. Nú, ok. Og svo voru að telja og svo var svona þessi ungu konur og svo var alltaf litið á okkur systkinin, eða mann var litið á maður og sagt, en mamma þín. En hún var svona þétt og það var bara ekkert alveg hægt að sjá það hvort hún var í barnsafandi eða ekki að vorulegi. En mamma þín, er hún? Já, það var að spyrja hvort hún væri í barnsafandi. Já. En Hveragerði nú ekki verið stórt pláss í þá daga? Nei, þetta voru nokkra götur, sko. Það var aldrei, við köllum það Vesturbæinn, sko. En öðru leyti hef ég aldrei verið áttavillt og það var bara upp frá og niður frá. En við vorum þar. Þú varst í skóla þar, var skóli þar? Já, þetta var orðið svona 400 manns, ég var krakki, 400-500 manns.
Já, ok, svo mikið. Já, ég hafði á tilfinningunni. Og það var ofsalega mikið af börnum. Og það var mikið, sko, það er líka menn sem unni í virkjunum og líka svo mikið af sumarhúsum. Og karlmenn sem voru að vinna, iðnaðarmenn sem voru að vinna hérna í virkjunum við Búrfelli og víðar, að þeir bjuggu yfir sumartíman, eða fjölskyldum þeirra bjuggu yfir sumartíman í sumarhúsunum. Og svo fóru þeir til vinnu og það var styttra að fara. Já. Og það var mikið af sumarhúsum í Hveragerði. Það var svolítið einkennandi. Já. Það hefði verið kannski fólk úr borginni að við líka byggja sér sumarhús í Hveragerði. Akkurat. Sum að standa enn. Mjög mörg standa enn. Mjög mörg. Svo var bæta við og einstaka búið að rífa. En mörg þeirra þetta er lítið krúttli hús. Og hérna, og svo var líka, sko, svo kemur elliheimilið þarna og fer að kaupa upp lóður og þeir voru svolítið að kaupa upp þessar sumarhúsalóðir. Og ég bjó ég náttúrulega í Frumskógum, þar sem Skáldagatan var. Og ég naut þeirra forréttinda að kynnast Kristján frá Djúpalæk og að Jónas Kötlu var nú fluttur þarna þegar ég var barn, en maður heyrði mikið um hann. Og Kristmann Guðmundsson. Hver það? Kristmann Guðmundsson, hann var skrifað mikið í Noregi, fluttið til Noregs og sko öfugt við hina þá var hann svona íhaldssamur. Já. Hinir voru kommar, stalinistar. Kommunistar. Já, kommunistar. Og hérna, það var sannarlega ekki mín fjölskylda og var frekar í hinn áttina. Og hérna, og svo kom Kristmann Guðmundsson, mikið kvennamaður, hann þekktur fyrir það að hafa verið gift sig 7 sinnum. Kvennamaður, fór orð af honum. Já. Það var alveg blaðagreinar það. Og hann samdi svona rómatíska sögu sem var líka svolítið frábrugðum hinum sem voru með hápólitísk og sóleakvæði sem var bara harmleikur, íslenskur, kommunískur harmleikur. Og hérna, og svo bara kemur þessi, en það sem ég minnistætt við hann, konan hans þá hét Svava og dóttir Ninja, og hún átti alveg ótrúlega flott dót, því hann var náttúrulega að sigla svolítið. Og hérna, og það var svo gaman að fara inn á heimilið og hann átti líka þennan fræga Kristmannsgarð sem hann hafði gert. Hann kom þarna eftir Kristmannsgarður, það er bara mjög þekktur garður frá fyrri tíð og hann var svo frumkvöðull í gríðarlega mörgu og var að taka frá Danmörku og sjálfsagt víðar því hann var líka í Noregi, hann bjóði lengi í Noregi. Að taka inn plöntur? Já, hann var frumkvöðull í rósarækt og hann var með fyrstu lyngrósinnar og ýmsa berjaplöntur. Er þessi garður ennþá? Já, það er til alveg sýnishorn af honum sko og svo var hann með hleðslur. Svona, hérna var með hlóð upp svona hraungrjóti og stórar svona eiginlega, þetta var nú, já, bara stóra steina sko, berg og hann var að fá krakka guttana, unglingspiltana, til að hlaupa upp í fjall með sér. Og drösla niður steinum? Já. Var ekki bara rullaði niður og... Nei, við lendum aldrei þessu stelpun, þetta var bara töluvert að grjóti sem að krakkarnir voru. Eða unglingspilta, þá fóru þau og þá var hann heilengi upp í fjalli að velja grjót og sjálfsagt hafði verið með hjólburur. Og þetta var snotu garður og svo var líka með garðskála sem enginn var með á þess tíma. Þannig hann var með svo margt nýtt og svo voru foreldrar mína með hænsnahús. Og móðir mín seldi á 50 egg. Það var mjög svona lifandi heimili. Það voru alltaf einhverju gestir, ef það ekki eggjakona með mömmu sem reyktu nú veist bara, það var bara mökkurinn á 50 dögum. Og svo kom það hver annari, þannig að það var sko skvaldur í eldhúsinu frá morgni til kvölds. Og þá kom Kristmann gjarnan. Já. Og mér fannst hann alltaf... Þetta konundar. Hann var sko, ég held ég það. Og svo var hann sko, hann tjattaði með konunum og hann var svona, mér fannst alltaf sem barn þá svona, mér finnst það náttúrulega að vera svolítið kjaftakærleik. Við skulum bara setja þetta í gæsleppar því þetta er náttúrulega kannski ekkert rétt. En hann gat talað við alla og var svona líflegu kall og setti svona stöllingur og fór svo að kjafta. En þetta var ekki nokkur annar sko. Þeir prestar í götunni voru alvarlegir og þetta var sko skáld og prestar og svo pabbi. Á mín fjölskylda. Og dramatískir kommunistar. Já, þeir voru það náttúrulega. Jónas Kötlu var náttúrulega mjög, það voru hann tveir sem voru sko stalinistar. Nú alveg þangað? Alveg þangað. Alveg löngu fram eftir að það var búið að upplýsa hann. Já, ok. Eftir að Stalin deyr með þessu? Já.
Sem einn af fjöldamorðingi mannkynssögunum. Já, já. Og það var nú kannski svona koma upp á yfirborðið, hvað hann hafði gert, sko. Og þetta svona umhverfi sem maður elst upp í, og svo öll gróðurhúsin og allt það fólk, og mikið af dönum, mjög mikið af dönum í þorpinu. Já. Þannig maður sko, þetta var allt öðru sér líf að alast upp í heldur en kannski... Var það þröngt samfélag? Heldur en Þorlákshöfn eða... Já, það var svona vinátta, en það skipti svolítið í pólitík, sko. Nú, þurftu það sama flokki til að vera vinir? Já, og systir mín sem ég nefndi Anna, hún það til saga hana. Og við vorum, sko, við áttum ættföður Pétur Ottesen sem var á þingi. Og hann var, sko, mikill íhaldsmaður og sjálfstæðismaður. Og þar að leiðandi voru mínir foreldrar alveg ýktir, sko, mamma sérstaklega, sko. Hún talaði ekki við nema sjálfstæðismenn á kjördag, skilur við. En allar konurnar komi og köpu ekki á henni. En hérna... Kapitalismin, í síns meirustu mynd. Já, þau voru náttúrulega bara að drýja tekjurnar, þetta dásamlega fólk, sko. En eitt sinn, það var einn sem sko, var ættur frá Ísafirði. Það kom hópur, það var sko ódýrt hitinn eðlilega í Hveragerði. Hitaveita var náttúrulega var bara hérna við húsinn, sko. Og hún var mjög ódýr og það var margir sem fluttust þarna til þess að vera í eiga ódýra lífsmöguleika. Og hérna, það var þessar fjölskyldur sem komu frá Ísafirði, þeir voru alþýðubandalagsmenn. Já. Það var bara svona. Og hérna, svo var einhvern veginn bekkjarsystir mín, Ingibjörg Sigmundsdóttir, þekkt garðyrkjukona. Hún að koma 6 ára, held ég, frekar en 7, í götuna og hún bjó ekki langt frá. En nógu langt frá þannig að það var ekki oft sem hún kom, en þarna kom hún í götuna. Hleypur ekki systir mín á mótinu með útrétta hönd? Nei, enga kommunista hér. Það var alveg svona. Og hún var 9 ára. Nei. Þannig að þið voru innviklið í þetta pólitíska landslag alveg strax. Já, maður var bara íhaldsmaður, sko. Jesús minn, hvað maður var þar. Og svo gerðist það þegar við vorum í 12 ára bekk, að þá vorum við með kennara sem tók þannig á málinu, þannig verður nú ekki gert í dag, að það voru komið kosningar. Og hérna, og það átti sko að kenna okkur eitthvað það. Og hann ákveður að gera það með þeim hætti að íhaldsbörnir sem voru sko 3/4 í kennarastofunni og 4 framsóknarmenn og svo Ingibjörg Sigmunds, eina í alþýðubandalaginu. Var þetta bara vita og kennari viss alveg hver var hvað? Allir, það vissi allir. Allir í bænum? Já. Vá. Já. Þetta svolítið litrikt og Ingibjörg Sigmunds hafði oft þurft að svara fyrir sitt, eins og þetta með þú kemur ekki hér í þessa götu. Og þarna hún valin til þess að kynna alþýðubandalagið. Og hún ein þar á móti, og svo var einn sem var framsókn, og svo var einn krakki sem var fulltrúi okkar sem vorum íhaldsfólk. Sem var nánast allir í bekknum, sko. Og hún gerði þetta með þeim hætti, og hinir voru bara einhvern veginn, bulluðu eitthvað. Já. En mammina var búin að taka hann á bekk og bara kenndi henni allt sósíalisma. Og stelpan mætir hann í kennslustund með svo fallega ræðu og við hinn vorum bara 12 ára. Og það sem hún var að segja, það bara make sense. Við áttum að vera jöfn og við hugsaðum bara, erum við ekki jöfn? Nei, svo fattaði, ok, allt þetta snöpp. Það er mín megin, það er ekki allir jafnir, sko. Og þarna byrjaði ég að hugsa. Þú byrjaði að hugsa? Svona samfélagslega að hugsa? Já, ég held að þarna, 11-12 ára, að ég fór aðeins að vera gagnrýnin. Já. Af því það bara allt rúllaði einhvern veginn áfram. Ekki gegn ríkjandi kapitalismu á heimilinu? Varstu uppstætt þar? Ekki fyrir en að ég var þannig 18 ára. Það var alveg guðmur góður. Var kallað í fjölskyldufund? Hann stendur ennþá. Það er ekki búið að slíta fundinu? Nei. Elskar mig, ég fór til Noregs 17 ára í lýðháskóla. Ég var svo lesblind. Það var svolítið hippa dæmi. Já. Varstu hippi? Nei. Jú. Ekki svoleiðis hippi eins og þegar Bítlarnir voru. Nei. Bítlarnir voru aldrei hippar nema. Nei, kannski voru þeir bara. Sýnishorna hippar. Já, sýnishorna. Svo kom en ég var ekki sko fædd 56, það fleiri af þeir sem eru kringu 50 sem aðeins fyrir sem
voru sko líka prófandi alls konar efni og þess og það. Ég var náttúrulega bara í stúku þegar það var það sem var í Hveragerði, Dagperla 140 og þar var ég náttúrulega gæslumaður af því ég var alltaf verið athafnamanneskja. Lenti í því sko. Og það var eina félagslífið í þorpinu og svo sund, við vorum öll að æfa sund. Það var ekki annað. Ekkert að gerast. Stúka, Dagperla 140. Það var himnest, en svo vorum við bara að segja brandara og skemmt okkur. Og það vorum bara krakkar sem gerðu þetta. En svo fer ég til Noregs og þar vitskaðist ég. Það var bara svona mónobarn og litlu þorpi með þetta þorpshugsunargang. Hafði bara rétt séð svona í átt að Þorlákshöfn og nokkru sinni farið til Reykjavíkur, skiljur. Og fara Selfoss, það var nú bara einu svona árið, það var svo langt í burtu, skiljur. En þetta náttúrulega breyst. Á stuttum tíma. Alveg rosalega. Og ég fer til Noregs og fer þar mállaus og þar eru kennarar sem eru eiginlega maóistar. Eru? Maóistar. Nú bara alla leið? Já, alla leið. Einn kennari var það og annar svona nærfið líka. Og hann átti að kenna okkur sögu, það hétu Ulaninu, sem var svona Afríkusagan, Asían, svona þriðja landsríki eða eitthvað þess að það. Vanþrói heimurinn. Við vorum svo hrókavöld. Og það ég var bara með munnin niður, ég var svo hissa og öllu bara opnaðist fyrir mér veröldin. Og á þessum tíma þá vorið, ég var hérna heila vetur, að þá róstur í Chile og Aljandir steyptur á stóli og hann skýtur sig eða einhver skauta. Og Pínasett kemur og þetta tók ég svona gersamlega inn í mig, að því það er svo mikið réttlætiskennd í mig. Ég mjög vel alveg upp að foreldrum mínum að vera góð við alla. Ég mjög svona auglingagóð. Já, ég svona góð við. Kommunista? Já, ég get alveg svona þegar ég er svona fullorðin. En heitir það ekki bara að vera með stórt og fallegt hjarta? Jú, kannski. Þetta svolítið downgradað. Ég stundu verið kallaður auglingagóður út af mínu störfum. Já. Ég sagði, bara ég er með stórt hjarta. Já, það alveg hægt að kalla það. En ég var bara umgangast mjög mikið svona svolítið hrókafullt fólk og svolítið snobbað. Og pabbi minn var svona, hann sagði alltaf sko, þeir sem hallaði á í Hveragerði og það var stöðugt verið að halla á einhvern í Hveragerði, það var bara svolítið þorp. Og þá tók hann alltaf upp hanskan. Já, góður. Og svo seinna þegar það sko hommabaráttan var og þá sagði hann alltaf áður en umræðan fór lengra, þá sagði hann alltaf, þetta ekki bara besta fólk? Og þá var málið dautt. Ég var svo heppin með þetta. Já. En ég Þú var íhaldsamur, þá var það samt vísið. Já, hann var aldrei... Fer það saman? Nei, þetta var bara því að hann lenti í þessu, sko. Já. Að vera alin upp þarna hjá Pétur Ottesen og ömmu sinni þar og það bara lenti í þessu. Og mamma var að vinna á mokkanum þegar hún var 19 ára. Og það bara var með einhvern veginn þannig að fólk, það var bara einhver ást. Og þetta var bara eins og söfnur, þú varst bara í þessu. Alveg eins og Alþýðubandalagsfólki. Það var alltaf í Alþýðubandalaginu. Já, og svo er líka flokksblöðin, sko, sem að fólk hér tryggðið í áratugi. Já, og Þjóðviljinn kom ekki inn á okkar heimili, sko. Nei, það fóru ekki einu sinni í elduðir. Nei, og séða setna með, sko, þegar ég kom frá Noregi og fór í menntaskólann á Akureyri, og hvað heldur ég hafi gerst þá? Ég gerðist maóisti. Bara í Kína, sko, og allt saman. Já, alveg öfgakennt. En má ég spyrja aftur til Noregs, hvað var þessi, út á hvað gekk þessi skóli? Sko það var, þemaði skóli þetta var bindindisregla einhver sem að stjórna, ég hafði ekki hugmynd að þau voru þarna. En hvað kom til þú fórst þangað? Já, sko ég fór einu sinni partí í Ölfusi. Alla leið? Alla leið í Ölfus. Og þar var hvað heitir hún, með Riksvon og fullu, Olga. Já. Og fleiri, þar voru hippar, sko. Já. Og við hverkynningarnir lendu þarna, nokkuð krakkar í partí og vorum bara með allir í mussum og svona og augun okkar voru alveg glent og þau voru með svona... Þið voru allir retrú? Það voru allir retrú, þau líka. Og svo var nánast brettatískan, það voru svona kókkassar og húsgögnin voru framandi og maður bara var ein augu og þar var einn sem hafði verið í lýðháskóla. Og þetta bara passaði svo ofboðslega vel við mig, af því ég var þessi lesblinda, ég fæ það frá föður mínum og við erum það nokkur systkinin og við erum bara svo lánsum að vera það. En kerfið, það fattaði ekki hvað við vorum miklu gullmólar.
og ég var með lágar einkunnir og hérna og svo bara langaði mér í handmennt, ég hef alltaf verið skapandi og gera í höndunum og var bara flink í því, allt sem ég bara snerti var gott og gat alveg mála og svona og þá ætlaði ég að fara á slíka braut í þessum skóla. Já. Svo kom ég eitthvað hálfu mánuði og seint í skólan og þá var hann byrjaður og það var búið að fullbóka þessa braut þannig að ég lenti á íþróttabraut. Nei. Og var gjörsamlega ekki kandidat í það. Og það var engin íþróttamaður í þér? Jú, ég var náttúrulega, Í sundinu? Já. Ég var alltaf í 3. sæti í sundi, sko. Í 3. sæti? Já, Anna systir var í 1. sæti og hún var skapmeiri en ég og svona og ég var ekki að augra henni. Nú, þú viljandi fórst fyrir neðana? Já. Veit hún af þessu í dag? Já. Og sko, ég er svo mikið miðjubarn og hún er prinsessan og ég var svona miðjubarni, sko. Það er rebellin. Já, ég er búin að eyða tímum í sálfræðingum og svona. Nei, ég er að tjóka. Ég hef alveg þurft að vinna úr þessu. Já. Og það er bara ákveðið syndrom, sko. En en ég lenti þannig í íþróttum og þetta voru eins og sko þýskar æfingabúðir. Við vorum 4 tíma á dag í íþróttum og svo vorum við að gera svona 15 sekúnda æfingar, hlaupa upp ykkur að brekku, bíðis 15, hlaupis hrattir svo gáttið. Og ég var sko, þegar ég kom út þá var ég bara Olga rússneska sko. Okay. Vöðvarnir hérna, ég var ofboðslega horfið á þessum tíma. Þannig að ég var bara komið six-pack. Ég var svo vöðvuð og það var ég eiginlega bara dálítið fyrir lífstíð sko. Það var alltaf verið, þetta þjálfaði svo. En það var eina sem ég hafði íþrótt, það var sundi og ég bætti mig tölvöld þegar ég kom að nót. Það segði bara það, þetta með 3. sæti var bara... Það var svolítið bara svona ómögulegt að vera bara réttum stað. Já. En lesblindaðinn í gegnum skóla, hann lítur að hafa verið hell að fara í gegnum skólakerfi með lesblindu í þann daga. Jú, en sko það var þannig í Hveragerði að við stelpurnar voru látnar í friði. Og kannski var bara svona jafn heimskur hópurinn að vera kannski í lestri svolítið til 10 ára, að vera með kannski 4 í lestri og kannski svo margir aðrir það líka. Kannski voru margir lesblinda því að koma svo mikið listamönnum og þau eru oft eitthvað svolítið lesblinda. Það fyrir oft saman, listamann, lesblinda. Já, en hver veit, þetta hefur ekki verið alsakað. En við stelpurnar voru svona prúð og svo var ég svo góð í stærðfræði. Og ég var kannski með 7-8 þar, 4 í þessu. Og svo kom tungumál inn í og það bara, veist. En þetta var ekkert fyrir mér fyrir en ég fór í menntaskólann á Akureyri. Ég kem úr náminu úti fyrir að vinna á Kristinsal í Veiðafjörð. Að því ég ætla að vera félagsráðgjafi þá vildi ég vinna við svona stofnun. Það var eitthvað svo ruglaður þessu gáð. Þú varst í Kínaskólanum? Þau komið aðeins seinna sko, en ég var svona byrjuð að máta það. Já. Og svo fór ég til Englands au pair sko, til þess náttúrulega beint að æfa mig í ensku. Því ég gerði mér alveg grein fyrir mér langaði að vera góð í tungumálum sko, var búin að fara til Noregs. Og svo árið eftir fer ég í menntaskólan. Heldur ég fá ekki 2 í íslensku. Jesús minn. Ekki nóg með það. Þetta er bara alveg jesúlega. Við skulum að jesu þetta. Hefum ekki bara skálað fyrir þessu skólakerfi. Já, fyrir skólakerfi. Og svo fekk ég 1 í ensku. 1 í ensku? Já, ég fekk 1 í ensku, 2 í íslensku. Eftir að hafa verið au pair? Nei, áður. Alveg eftir ég var au pair. Þetta var bara ensk skýringar og líka talað. En hjálpið mér, ég fekk 1. Af því þetta var bara sé fyrir mér, ég bara sá þessu orðs og uppsulun. Það er bara ekki nema þessi 3 stafir. Og ég upplegaði þannig og svo bara var ég með í kjaftafögunum, ég var í félagsráðgjafi, þá var ég með 8 og 9. Þannig það var svolítið erfitt að túlka mig sko, en það var umræða á kennarastofunni, hvort ég væri hálfviti. Nei, alvöru. Ég er lesblindur líka, þannig að maður satt alltaf eftir með tilfinningunum að maður væri bara illa gefin og þurfti bara að búa með því. Já, og ég var ekki, sko, en ég keypti mér aukatíma í þýsku og eitthvað svona, ég var alveg að berjast, sko, en svo var ég ein þarna við norðan og ekkert aðhald, sko, vinkona mín var þarna í skóla og var ekkert aðhald og ég þurfti, sko, að beita með því líka og þannig að ég held áfram alla veturinn. En náði ekki þessum, veistu, að ná náttúrulega í ensku, ná 6 sko, til þess að vera með eitthvað jafnaðar einhvern. Gerði það ekki. Og þá og þetta var svolítið sárt sko. Já, trúi því. En þessir skólafélagar minn hafi verið inni mínir síðan þá og svo var svo sárt þegar þau fóru að dimmitegra sko einhverjum. Ég kom inn í annað bekk, 3 árum seinna. En ég
Mér langaði líka sko svo að vera húsgagnarkitekt. Já, ok. Því ég er ofboðslega skapandi. Og hvað gerir ég þá? Nei, ég fer bara í iðnskólann og ég fór í grunndeild á Akureyri og bara gengur vel þar og þannig að það var nú ekki verið að þreyta okkur með miklu enskukennslu. Og síðan ætlaði ég að komast á samning í húsgagnarsmíði. Og ég er kona, sem ég er ennþá í dag. Já. Og þá var bara við vorum tvær fyrstu konar sem fórum á þessa braut í grunndeild. Og það var þarna verkstæð sem var búin að lofa mér að vinna. Reynda var ég búin að vinna á öðru verkstæði yfir sumarið og en það var gjaldþrota. Ég hefði farið að vinna þar áfram, en það var gjaldþrota. Og þannig að það voru, sko, þeir ætlaði að taka með þessi strákar, þetta voru ungi strákar með verkstæði, en hættu við og tóku skólabróður minn, sem sagði mér svo seinna að það hefði verið að þau tekið hann af því þau voru svo hræddir ég er alltaf svo veik. Ég var 19 ára og ég var hérna sko. Akkur veik? Bara blæðingar eða eitthvað, eða konur alltaf svo veikar. Eitthvað svona konuvesen? Já, konuvesen, eða bara, þeir bara tók ekki sénsinn. Kannski aftur þeir eiginkonu sem voru alltaf með höfverk, ég veit það ekki. En ég var... Það þætti mjög langsótt í dag. Þetta myndi bara verið kært. Já. En svo svo var ég náttúrulega ekki tilbúin að gefast upp og þarna var ég blúsandi máesti. Varstu? Blúsandi máesti. Já. Og selja verkalýðsblaði í gamla bænum og innbænum og átti þar tvær gamlar vinkonur sem voru alltaf búin að baka pönnukökur þegar ég kom. Þeim vantaði bara félagskap og keypti mér blaðið og ég keypti við þær í 5 klukkutíma. Bara félagskapur af því ég gat alveg keypta sko þessum árum. Og ég var í þessu í ykkur 3 ár. En þarna var lenskan að það var að koma sko hámenntaðir menn, Sumarlefi Ísleifsson sem núna, hann bókmenntafræðingur og hefur fengið bókmenntaverðlaun. Hann var þar og hann var byrjaður í íslensku námi, en hann kemur og mynstrar sig inn í járnsmíði. Já, góður. Og Þórarinn Hjartarson sem var höfuðpaurinn í okkar hópi, hann fer líka í járnsmíði. Og það voru 2-3 enn sem réðu sig í skipasmíðastöðuna. Slippin. Nei, þá gerði ég það bara líka. Og fékkstu vinnu? Já, og ég man þegar ég kom þarna og það var svona rauðharður mannauðarstjóri, ég veit ekki hvað þetta er, þessi réði fólkið. Og hann fannst ég var náttúrulega bara ákveðin. Og hann var að segja, já, bátasmíði. Já, það var í bátasmíði. Og ég elskaði trillur og svona, mér fannst þetta svo sjarmerandi. Og já, ertu búin að sjá eikarplankana þarna úti? Já, já. Þeir eru vant með einhver tæki til að lyfta þeim, sagði ég bara. Og hann réði mig. Og ég var svo gersamlega ófær, sko, ég hafði enga reynslu, nema þetta eina vetur í grunnnámi. Og ég þurfti að fara á milli svona, fór á vegstæðið og svo fór ég í skipin og svo eitthvað annað, sko. Þetta var á nokkru stöðum sem maður þurfti að vinna. Og einu stöðum voru bara eldri menn. Miklir hagleiksmiðir og þau héldu svo miklu verndar hendi yfir mér. Vegna þess að á þessum tíma þá var lenskan, þetta er 72, 3, 4, að þá var lenskan að hengja upp glennumyndir á konum. Já. Og það var alls þar í öllum skápum. Það var svona klefi sem þau hafði skápaherbyggi og þar hittust þeir aðeins einhverja mínútur á morgnana og það var bara svona eins og þetta væri einhver læknamiðstöð, sko. Og það voru sem sagt bera konur öllum ekki? Já, bara verulega bera, sko. Já, okay. Og öllum skápum og þetta var svona eins og svona bíómyndum, sko, en bara ýkt. Og svo var fyrir ofan hefilbekkinu inni einhver svona smekkleri. Hvað fannst þér þetta? Sko, þetta var líka á bifreiðaverkstæðunum og út út. Já. Og ég var náttúrulega svolítið, en þetta var dálítið mikið. Mikið, en ég var svona svolítið jaxl og ég er óbúslega þrjósk. Og ég hélt þetta út og síðan eignaðist ég með svo mikla vini þarna í eldri mönnunum sem eða svona venduði mig, sko. Og ég var einu sinni borð í einhverjum dauðadalli, sko, og það var verið innréttað, ég keypti einhvern svona skrokk og voru innréttað við skelfiréttskeip og ég var þar einhvers staðar niðri og þá voru þeir að bauka þarna fram mér á þeim fórum kaffi. Og það heyrðist eitthvað í þeim og þeir voru þarna ungu menninir að bauka eitthvað. Svo þau kem fram og þá eru þau búin að bara Playboy drottningin, það var bara dama ársins 1973. Hún bara hékk hana í fullum líkastæð. Nei.
og hérna alveg nakinn og svo heyrði ég, þeir fóru einhvers staðar hérna við hvað gæjugat sko og svo heyrði ég það að segja, hvað sagði hún? Það var bara að tjekka mörkunum þín. Já, það var bara að tjekka mörkunum mínum og augra mér. Og þá kom gamall maður sem vann þarna á næturvöktum og svona eitthvað. Hann var mikið fyrir vín. Hann hefur lent sjálfsagt í þessari vinnu af því hann tæpur í áfenginu. Ríkfullorðinn maður, hann var að sópa. Hann sá að halda hreinu. Þessi maður, hann var einhvern veginn alltaf til staðar þegar eitthvað svona kom upp á. Og hann var eins og skjöldur fyrir framan mig og sagði, strákar, þetta gæti verið systir ykkar, þetta gæti verið mamma ykkar, og bara góður. Og hann kendi mér svo margt af því að maður verður sko þegar það er svona mikið, þá verður maður kjafstopp. Þó maður geti einhvern veginn rifið kjafta á öðrum vístum, þá var þetta svolítið mikið. Það er ákveðin svona hvernig vanvirðing í þessu, bara svona ískalt, skilur. Já, og þessum tíma var þetta bara, það var miklu meira en þetta. Já. Það var bara lenskan í öllu og við höfðum engan einhvern veginn rétt og ég skildi fara þarna í smíðar. Mamma mín fyrirgaf mér þetta því að, ekki sko, að því ég gat lent í slysum og mist framan á fingrunum og svo var þetta svona, þetta var náttúrulega rosalega augrun. Þarftu endilega að vera að gera þetta. En þú varst alveg látin í friði í þessu umhverfi? Já. Þeir báru mikla vinningu fyrir mér, þannig lagað. Alltaf. Það var aldrei neitt káf. Og með þessi einn var skotin í mér. Nó. Já. En ég sá það ekki. Og hérna, ég sá bara, ég var þarna, ég átti eftir 8 mánuði, eða 6 mánuði, þegar að þá hafði ég hitt pilt. Og það bara eiginlega, ég er búin að vera veltaði fyrir mér, sko, andstæðinu, af því að ég hitt hann fyrst í tröppunum þegar að labba upp í tónlistarskólan. Það var eitthvað annað þarna í tónlistarskólan, ég átti ekki erindi þangað, en það var eitthvað önnur skrifstofa sem ég var að fara til. Labba niður tröppuna, brúnaþungur, ungur maður, dökkur, ofsalega sterkt andlit og hann heldur á sellótösku. Hámenning. Hámenning. Og það hann sko, hann hefur aldrei, og ég kynntist svona betur og hann hvorki prumpaði en rópaði í því sambandi. En svo var ég að vinna með mönnum sem voru sko gaurar og fóru að fyllir um helgar og voru að lifa lífinu og kjaftur á þeim og metast og ég var oft hugsað til þess að þarna var svona algjör andstæða við þessar 260 menn sem ég var að vinna með í Slippstöðinni. Að ég var oft hugsað til þess hvað það var og auk þess þá lærði ég að meta klassíska tónlist í Lýðháskólann. Okkur var kennt það og flutt verk alveg bara frá aftur úr, ég veit ekki hvaða tíma og það var tónmenntakennari sem þekkti söguna og við lágum bara á dýnum og hlustuðum. Og þetta er besta gjöf sem að ég hef þáð á ævinni. Það er að læra að vera unnandi klassíska tónlist. Vegna þess að sko, þeir sem hefðu sinnt því hlutverki var Ríkisútvarpið, Stöð 1. Já. Og það var mjög iðulega söngur Sóleyjar á sunnudagsmorgnum. Og það var endurtekið bara viku eftir viku og bara einhvern veginn allan veturinn. Þannig ég sem barn í Hveragerði, svona mikla sköpun og með eyrun í lagi og heilinn svona virkur, að ég lærði að meta það. Ég elskaði þetta og fleiri lög. Og síðan var alltaf á nýársdag, það var 9. sinfónían í útvarpinu. Og þá satt pabbi inn í stofu, einn oft, hinn voru kannski að spila inn í eldhúsi, hann satt þar og ég settist hjá honum og þar var 9. sinfónía flutt. Ég hélt alltaf að maður að hlusta, en hann svaf bara. Já, og ég hlusta, ég fannst það æðislega, ég er að hlusta með pappa. Hann Steinsson. Ég held að hann var alltaf Steinsson. En þarna lærði ég og þessi ungi piltur sem var með sellótöskuna, hann var að læra á selló og píanó og við flytjum svo verði ég náttúrulega ófrísk eins og að við vorum búin að spá fyrir að það myndi gerast til ungu konum. Var þessi mætingur í tröppunum, var það upphafið að sambandin? Já. Hvernig gerðist það? Ég bara horfði á hann og svo fór ég að fiska eftir þessum gaur. Svo endaði með því að... Þú bara sóttir hann? Í raun og veri var ég svolítið að fiska. Já. En ég sá aldrei gæjana sem voru skotnir í mér, ég bara... Tókst ekki eftir þeim? Nei. Það var örugglega margur góður, sko, farið fyrir.
En það umhverfið sem var stíf var ekkert nema klámyndir á veggjónum og þetta voru náttúrulega bara góði krakkar og góði strákar sem voru með mér í skipasmíðinni. Við vorum í 3 annir og þeir svo á föstudögum þá mættu þeir með svona hítabrúsa sko, sem var búin að blanda út í vodka í kókinn. Allir heldur að drekka kaffi, að því djammið var að byrja. Helgin að byrja. Þetta var svolítið á þessum tíma sko. Ertu þá að vinna sem sagt, þú ert með honum og vinnur í Slippstöðinni, sem þið búið þarna fyrir norðan? Já, ég bjó á Akureyri í 7 ár, 6 ár líklegast. Já. Og það er maðurtímabilið mitt og það var bara eitthvað 3,5 ár. Af hverju endaði maðurtímabilið? Hvað gerðist? Ég fór, ég var í Reykjavík, fór ég með vinkonum minn sem var með mér í menntaskólanum sem var svolítið með mér í þessu mástúsi. Og við fórum á bíómynd í Regnbogabíónu hún var ég held hvað hún bara verið á þýsku eitthvað svoleiðis eða ungversku og þetta var svona bíóhátíð og hún fjallaði par sem fer í svona æfingabúðir í kommunískar. Ég hef farið í svoleiðis og það er yndislegur heiður þáttur sko. Og við fórum þar á þessa mynd og hann var ekki nógu rétttrúaður, maðurinn, kærastinn, hann var eitthvað bara að spurja og með efasemdir og það var svolítið í þessum maður sem við áttum alltaf að segja okkur skoðun, við áttum að rýna í hlutina en í rauninu var við bara búið að ákveða allt fyrir það. Og þarna rann upp fyrir okkur, ég og vinkonum minni rann upp í ljós, hvað þetta var í rauninu mikið svona, þetta var bara svona heilaþvottur. Þetta var bara svona söfnuður. Og reglurnar komu þarna hugmyndafræðin frá Kína og svo á þessum tíma, svo frétti maður sko, þá var náttúrulega ekki bara alveg, hann var nú ekki barnar bestur sko. Með hann er einna fjöldamörðingjum sögunar. Já, þeir eru þarna þrír saman gaurarnir. Í röð. Já. Og enda sagði einhvern veginn pabbi manni við mig af því að hann var náttúrulega að reyna að skilja þetta. Og þetta setti allt úr skorðum í fjölskyldunum gagnvart mér. Og var það eiginlega bara svona pínu einelti. Og þá sagði hann eitthvað við mig, heldur þú að Stalín hafi ekki framið fleiri dráp en Hitler. Því þá sett hann bara að því það var kommunisti, þá var Stalín eitthvað bara setti alla súpuna á mig. En ég var bara stelpa með réttlætiskennd og þetta byrjaði bara allt út á Þannig þú varst alltaf að berjast fyrir skoðunum þínum á þessu? Í raun og veru var ég bara í réttlætiskendinni og hún er ennþá fyrir hendi. Svo óbúslega mikið, það er eiginlega það sem stýrir mér í pólitík í dag sko. Og ég á illa með að setja mig einhvern eitt stað og hef bara hugsað mig alltaf vel í hvert sinn. Og En fjölskyldan, er hún ennþá bara á sinni braut? Þeir eru rosalega mikið íhaldsfólk sko. Svo er þetta meira í gríni núna sko við mig sko, reyna að espa mig. Og ég meina það eru 40 ár síðan ég var máist. Og þú ert ennþá kommunistinn í fjölskyldunni? Já, ég er bara, það er bara kommunistinn sko. Hvað ertu ekki orðin, þú ert orðin fullorðin, ertu ekki orðin svolítið íhaldssöm og eitthvað svona. Og það er gantast með þetta og einu sinni þegar systir mín giftist í Dómkirkjunni og þá var ég komin suður og sonur minn orðinn 4 ára sko, þannig að það var 6 ár síðan ég var í þessu komastúsi. Og hún var að gifta sig þetta var í Dómkirkjunni og ég var svo mikið að taka ljósmyndir. Og ég var svona ljósmyndari í fjölskyldunni. Og Guðni systir byrði mig að taka ljósmyndina og presturinn hann sendi mig upp í stólinn sko. Þannig ég þarna, kommunistinn í augum fólksinn, þetta var svo snobba fólk hana, fína frískór, allir átti einhvern veginn, silfur og kristall og svona. Og ég er þarna bara, ég var svo að vanvirða þetta hús og hún gat ekki notið athafnaðinu. Jesús minn. Finnst ekki sæl? Þetta er svo bókmenntalegt. Mér finnst þetta í dag alveg þetta er alveg en þetta var bara svona öfgakennt sko. Og ég var bara stelpugott og Já, bara skoðið allt saman. Ég var bara alltaf að skoða og ég var rosalega forvitin lífið og ég er svolítið í mér svona þjóð- og mannfræðingur. Ég er alltaf að skoða fólk og bara atferli. Það er bara eitt af mínum stóra áhugamálum sko. Já. Þú nú verið því svolítið. Já. En hvað svo, þú heldum okkur aðeins við söguna þína. Hvað gerir svo? Þú eignast barn? Já. Með selló. Selló, já, píanistanum.
Hámenninga-Gunn? Já, hann var það og Gunnar Andersson og hann hefur gefið út bækur líka því að hann var svo mikið textamaður. Já, ok. Og það sem ég heillaðist af honum líka, það var frásagnarhæfileiki. Af því að ég var líka, þrátt fyrir lesblindu, það hafði ég lesið mjög mikið. Og hérna, en aftur á móti var hann ekki liðtækur í að sjóða kartöflur eða skrúfa peru upp í stæði. En ég kunni það alveg, þannig að þetta gekk bara alveg ágætlega. Allir geta bara gert eitt vel. Já, og mér finnst bara alveg nóg að segja frá og spila píanó, það er bara nóg fyrir hennar gaur. Það er hellingur. Nei. En við vorum saman, þannig að barnið var eins og hálsás. Og hérna, og slítum þá sambúð og ég eignaðist þarna, við skýrðum barnið okkar Hálfdán Mörð og líklegast er það kunnátuleysi enskunni örugglega hjá mér sko, en pappinn valdi Mörð og ég Hálfdán og þegar blessa barnið, hann er svo mikið betur greindur en báðir foreldrarnir sko. Já. Og þegar hann er bara 6 ára, 5-6 ára, þá er hann staddur í Færeyjum og pappans er þar. Og þá gerði hann sér grein fyrir það að enska orðið á nafninu hans var Hálfdán Mörder. Þau sögðu þetta útlendingarnir. Og hann ætlaði ekki að vera hálf niðurdregin morðingi. Þannig að hann sagði þá bara að heita Mössi. Mössi? Mössi. Já. Er hann þá kallaði Mössi? Nei, en svo hérna, nei það ekki, en svo hérna bara fyrir einhverjum 5-6 árum, þá bara strókaði hann Hálfdán-nafni út úr nafninu sín. Hann notaði aldrei. Eina fólki sem kallaði hann Hálfdán voru foreldrar mínir. Að því Mörður er náttúrulega persóna inn í álu, hörkulag frægur, en það voru fleiri Mörðir sko, líka Mörður Gíja, en líklegast voru við að skýra eftir honum. Og hérna, en hann var aldrei kallaði það nema foreldrar mínir, svo féllu þeir frá og þá var hann aldrei kallaði þessu nafni. Þannig hann tók það úr og bætti við, hann heitir núna Mörður Móli Gunnarsson Ottesen. Stórt nafn. Já, bara hálft stafrófið. Já. Og hérna Móli var það því að hann var alltaf með einhverja sykumóla í vasanum þegar hann var unglingur, bara þegar hann var svangur, þá gat hann gripið í sykumóla. Eitthvað svoleiðis. Og þetta er mjög litríkur gaur, sko. Og hann er líka lesblindur og hann er með svona 4-falt hugmyndaflugu með mig. Já, ok. Það er bara vel. Hann er ótrúlega. Og ég á bara hann einan og mér hefur alveg fundist það bara yfirdrifið. Það er hellingur. Já. Er það ekki hellingur? Jú. Já. En aftur að uppruna það sem að sko, ég les blindu líka. Já. Alveg bullandi lesblindu. Já. En hef skána á það. Það er ekki æðist. Með svona, taka mig taki og les hægt og tínir í gjarnan og svona. Já. En svo sá ég, sem sagt, könnun á fólki með lesblindu að 75% til dæmis af ljósmyndurum eru lesblindir. Já. Það er myndhugsið. Við sjáum myndum. Sjáum myndum. Og lista fólk upp til hópa. Alveg. Meiri hlutin, ég man ekki prósenturnar í þessu, en stæðsti hlutin að lista fólki, sama hvað það velur sér að vera, er lesblind fólk. Já. Og ég man eftir að ég sá sjónvarpsþátt, það er bara mjög langt síðan, breskan sjónvarpsþátt, og það var að fjalla lesblindu og það fjallaði, þar sagði frá því að það var arkitekturstofa sem sóttist eftir að fá lesblinda á stofunni hjá sér. Lesblindir eru svo kreatífir. Já, og það er, í dag segi ég þetta er mitt mesta lán. Og mér finnst bara sorglegt að skólakerfið, og er ennþá aðeins, að því það er verið að meðhöndla þessa lesblindu. Leiðin bara að leira stafina og ekki verið að draga alltaf alla í dilka. Og hérna, og við erum bara, ég segi alltaf við erum snillingar og ég óska öllum til hamingju sem eru lesblindir, en þetta var samt ekki hamingja. Nei, þetta var vont. Það var mjög illa farið með marga og í Hveragerði í grunnskóla þar, að það var gjarnan tossarbekkur, þessi strákarnir voru dregnir í bed og þeir voru bara eyðilagðir. Og ég er ennþá sár út af þessu. Já, ég tek undir það með þér. Mér fannst þetta svo sorglegt, góðir strákar, ofsalega flinkir í höndunum og eitthvað svona. Svo voru þið bara sendir í innskólan, sko. Já. Að við fengu ekki hátt í ensku eða íslensku. Nei. En þetta er bara svo mikið misskilningur. Já, en við erum komin aðeins lengra sem betur fer, en samt ennþá er þetta að gerast. Já, önnur kynslóð, sko, sonur minn, hann fekk hérna svona aukatíma.
Hann með hugmyndaflug, en hann samt ekki eins lesblindur á bókinu og hann talar ekki eins vitlaust og ég. Ég get stundum bulla aðeins. Og en honum fannst alveg rosalega niðurlegandi verið tekið tíma. Og var svona hundsita svolítið. Og svo ennþá verri tilfelli í fjölskyldunni og einn sem fór svo í háskólanám og hún var í ferðamálafræðum og kennarinn hennar, yfirkennarinn, hún sá gullið í henni og hún aðstóð henni svo vel í gegnum ritgerðina. Því fyrsta uppkast, það bara, býtu, Auður, það til uppsilon, þú átt að skrifa uppsilon stundum. Jú. En svo náttúrulega þegar ég fer og verð blaðamaður og tek við blaðinu, þá ég að þjálfast í texta. Og ég og pabbi minn, hann var eitt besti textamaður sem ég þekki. Hann bjó til svo fallega lýriskan texta því hann sá myndir og skrifaði stórkostlega. Og það ekki samansverðmerki þar að milli. Nei, nákvæmlega. En þegar hann var aldrei lesa upp, pabbi, vilt þú lesa þetta? Var kannski einhverju sem sagði við hann og það var bara því við vildum heyra hann lesa því að það var ekki heil brú í því, sko. En aftur að blaðamönnum. Já. Hvenær til Sumarhús og Garðurinn? Já. Þú nú vel þekkt fyrir það tímarit. Já. Mikil elja bak við það. Hvenær byrjar, sko, ég ætla að breyta spurningum. Blómaræktin og blóm, hefur það alltaf fyllt þér? Kemur það seinna? Nei, það eiginlega, sko, fyrsta vinna mín var að tína tómata, 12 ára, halvan daginn. Næstu 3 ár var ég í pottaplöntu gróðrúsi með og það var bara eitt kall þar. Ég vann ein í þessu tómaplöntustöð, mikið einyrkjar í þessu. Og svo alveg fram þá til ég var 20 þá og var reyndar með aðra vinnu eftir ég var 16 ára eða 15 ára. En þá vann ég alla helgar í garðplöntustöð í Hveragerði. Þannig ég var komið með þetta allt þrennt 20 og mikið innsæ inn í þetta. En svo fer ég bara í burtu og ekki að fara í garðyrkju og læri þá þessar smíðar. Og síðan ekki fyrir en að ég 34 ára, þá fór ég í garði, sko. Þá var ég stödd í Hveragerði, fer í Hveragerði, var eiginlega búin að vinna mig til húðar, sko, var með astmaveikt drenginn. Hann lét mig alveg vinna fyrir sér, hafa fyrir sér, þessi elska, en astmaveika drenginn og ég var búin að vinna í smíðunum mér til húðar. Og ég fer í Hveragerði og þar systir mín sem sjúkraþjálfari og hún færi mig til heilsu og ég ílengist, svo hundleitist mér í Hveragerði. Það var alveg, það var ekkert góðar andi í þorpinu þá. Nei. Það var ekkert svona vinalegt andrúmsloft fannst mér. En ég fer þá í garðyrkjuskólann, það 2 ár og vinn svo í garðyrkju í rauninni langa tíma eftir það. Og fór svo í handverk líka eitthvað þarna. Ég var, sko, því ég var með svo mikið veikt barn. Já, það var 80, það var fyrr. Þá var ég að smíða dúkkuvella og húsgögn og læknisrúm og... Bara heima þá? Já, bara nánast í stofinni og sófasett fyrir leikskóla og eitthvað svoleiðis. Og þá gæti ég verið með veikt barni heima. Já, ok. Já, hann var svona veikur astma. Hann var mjög veikur astma, sko. Það eldi svo af hann 6 ára. Já, hann var inn og út á spítalum og svona. Og þú steið inn? Ég var ein, sko. Já. Og þetta það sem gerir manna svolítið jaxli. Og stoltið. Já, töffari. Þú ert töffari. Ég þarf að venjast til. Bara setja með afspildið þitt. Auður Ingibjörg Ottesen töffari. Já. Neðsta kúl. Frá 2023 að andláti. Það kofur allt. Já. Það kofur allt. Það fallegt. Já, þetta ég tek þessi bara mannalega. Já, mannalega. Einhvað, blaðið kemur til hvað ár? Sko, það þetta blað gefið út fyrst 92. Nú alveg 92? Já, og þá var þetta Sumarhús og var dreifrið, þannig þetta Þóran sem gaf það út. Síðan þarna piltur sem ég spyrndi við af vinkonu og þá var ég búin að vera, ég var með einu listamanni þarna í milli í einhver 7 ár og svo var ég búin að vera ein í 7 ár. Og vinkonum voru svona, sko, finnst ég vera svona piparfíla mér ykkur. Og það voru að spyrna mig við einhverja menn og þarna gerðist að... Það var að line up date. Já. Hefur lent í þessu? Og svo horfir maður hérna á einhvern og hann í, sko, hvítum íþróttasokkum við jakkaföt. Það var getna verið döð hans. Maður fann allt að þeim. Var tísku ekki inn í þig? Já.
Mamma var nefnilega í Kínaskólanum. Já, ég hef alltaf verið líka svolítið skvísar sko. Já. Því mamma var dúlla. Hún var það svolítið og hann elskaði svona glimmer og perlukjóla og diskó í henni. Já. Og hún vildi eiga fínt. Meðan pabbi var sko bara í hænsnafötunum sínum og ef hún var að gera athugasemdir við Oddgeir, þú ferð ekki þessu buxum út í búð. Og þá var það kannski buxuna sem var út í hænsnafötunum. Og þá einustu manni hann bara reif hérna uppi til augurinni og hann var svo þessi töffari sko og hann var svo leiður á sig og hann var skítsama hvernig hann var líka skítsama hvernig bílarnir hans voru og var alltaf á einhverjum lötum og skóta eitthvað sem aðrir voru að vorkenna fólk ekki svona statusdót aldrei en mamma vildi vera sko drottning og þetta við með að kortveggja þannig ég get alveg mufla mig upp sko í drottningu. Við skulum ekki vanmeta sko mæðraveldi gegnum söguna. Nei. Þær voru ekki bara fórnarlömb frekar en þeir. Nei, alls ekki sko. Í mínu uppeldi, konurnar réðu öllu. Já, á heimilinu. Á heimilinu og allt í kringum. En það var svolítið lenska í Hveragerði sem athyglisvert að þeim voru skaffaði peningar, þær voru heimavinnandi og þær höfðu ekki fjárráð eiginlega. Bara til að kaupa í matinn en eitthvað að kaupa fyrir sig. Og þetta með dönskublöðin var svolítið smá feluleikur. Látti ekki pappa en sjá það. Og þá var hún að kaupa þetta fyrir sig, sem að bara í dag allt svona eðlilegt, sko. Og ég man eftir maðurinn sem ég vann hjá Gróðrarstöð hjá, Hallgrímur, að konan hans fór út í búð og vestlaði, svo hringdi hún í hana, því hún þurfti líka að fá ökuferðina heim, því þetta var þungt að bera, og svo kom hann með budduna og borgaði. Hún var nú svolítið tökkur í henni, ég held hún hafi haft einhver fjárráð, en þetta var svolítið skrítið að horfa upp á þetta. Já. Ég veit að foreldrakynslu okkar lenti mjög illa í því ef að maðurinn fór á undan. Já. Þá sátu þær svolítið eftir með einhvern veginn ekkert. Nei, ekkert, og kunnu ekki á ef það var einhver bankabók. Já, búin að vinna heimilinu, allir sinna ævi. Já, og ekki með neitt orlofssjóð. Nei. Fengu einhverjar skítnar eknabætur. Nei, það voru eitthvað sátt eftir því skítnum bara. Já, og það voru ekki með bílpróf. Nei. Mamma var aldrei með bílpróf. Þetta var bara, og í þessu elst maður upp og fer svo yfir í þessi rauðsokkunar og jafnrétti sinnar og kvennalistan og maður var alveg á kafi í þessu öllu saman. Þú ert sem feminist. Ég bara veit ekkert hvað ég er. Nei, ég ekki heldur. Mér finnst það bara, eitthvað hæfið bara smyrjaði. Ég bara á svolítið erfitt með að setja mig eitthvað hér eftir og segja það upp á því það fólki búið að ákveða. Það búið að leipilega þig. Já, og ég bara brýt svo reglur. Og reglur til þess að brjóta þar, þegar maður kennst upp með. Já, það finnst mér og ég tók bara, ég bara svona 55, þá tók ég líka það ákvörðun að brjóta reglur í Garðvikju. Og ég bara komst að því að sonur minn þessi fyrirbæri mitt, að hann fór í Garðvíksskólann og svo var hann að vitna í fagið og ég ætlaði að fara að kenna honum eitthvað því ég hafði nú líka verið í þessu skóla og hann bara, mamma, googlaði og þá var bara meira minna það sem ég hefði kennt bara úrelt í alvöru og ég munstraði mig aftur í ylrækt í skólan bara til þess að því ég hef verið að kenna sko. En við skulum klára sumar og svo garðinn að því að þú ert að taka svona ferlið fara niður götuna að ég kynntist þannig manni sem var Víki Mýrdal og vinkona mín hafði varað með aðeins við og hún sagði þetta svo mikið öðlingsdrengur Öðlingsdrengur? Já, svo ekki fallegt og hann það fer vel í hendi já, og hann með hlýju hönd og það tók hann alveg rúmt ára að fá mig til að koma á einhver boll og svo þetta endað með að ég átti að vera gamlárskvöld átti að vera í einhver eyðibíl út í sveit með þessu manni og hennar kærasta og þeir voru frændur og það verður úrreyndar að ég fer á annan í jólum systir mín einn sem að drottningin sem var frá mig, hún ákveður að gifta sig og þá var bara, það var hún að eðlega geta fyrir mér en þá var vinkona mín, þá vildi hún ég kæma annan í jólun og ég fer og hitti þennan mann og ég stödd að því við erum á Suðurlandi og það ekki allir Önnu Birnu sýslumann fyrir hann mikið þráinsdóttur, óbóðslaus, ég bara tittur með hann, hún svo mikið skurungur. Bara pet. Og ég stödd hjá henni, við vorum saman í ylrækt í skólanum og hún fór í lögfræðina.
og þekki hana og við vorum þarna heima eitthvað að dúla okkur bíða eftir þessi maður sem átti að sækja mig. Svo stoppar hann á Saab-bílnu sínum og það eru 2 sekúndur, 3 sekúndur frá bílnum að hurðinni á Önnubyrnu. Og hún situr þarna og þá segir hún, takt honum þessum. Það tók hana 2 sekúndur að ákveða að þarna væri komið maki minn. Já, ok. Takt honum þessum. Hún svolítið svona örlítið fórn í sig og ákveðin. Og við fórum svo innan bústað, þetta var undir Vatnajökli, við þurftum nálægt Höfn, það við vorum einhverja 3-4 tíma að keyra. Og ég var orðin ansið svona vitur á þessum árum og ætlaði sko ekkert að brenna með einhverjum kaldruslum. Þannig ég lagði fyrir hann spurningar, ég bara fór í blaðamanninn, þó ég var ekki farið að vinna sem blaðamaður þannig. Og ég spurði manninn, og því ég var að kanna hvort það væri einhver geðveiki í honum, hvort það væri alkalistur, aumur fyrir víni, hvort það væri einhver barnsettur aumingi. Og lést hann bara hafa spurningalista? Nei, þetta var mjög lúmskulega gert. Já. Lúmskulega. Það var ekki bara direkt. Nei. Og þessi maður samkjaftaði ekki hann er skaftfellingur og hann talaði í 4 tíma. Og við komumst á stað og rétt áður en við komum á áfangastað, það voru ég með svona brjóstsykur og mér var farið að lítast bara ansi vel á hann. Það var bara ekki meintir gallar. Hann svaraði rétt. Já, hann svaraði og bara var vel gefinn og skoðun hans var líkar og hann var smekklegur og vissi eitthvað í listum og svona og eitthvað, hann var ekki bara belgjan, hann bara, þannig að hann hafði eitthvað meira að bera en það. Og svo gerði ég eitt sem var, að því við erum nú svona trún og það var gerði eitt rómatist, ég tók svona utan að litlum brjóstu og sett hann upp í og kom við varir hans, að ég hafði áður prófað þetta svínvirkar, allir sem eru á date. En þetta var alveg undir lokin og hann sýndi svolítið þokkafull viðbragð. Nú, hvað gerði hann? Hann horfði svona á mig og veist bara að fann að byrja að vera ástfanginn og allt hvað þetta. Nei, sko, ég var svo bara... Þú alveg útsmógin og klár. Ég var mjög útsmógin. Ég var það. Og ég var það. Þarna var maður bara líka, maður var ekkert að brenna sig, sko. Nei, komið nóg að því. Já, og svo nefndi ég sig ekki, ég var með strákinn og ég var að gera alltaf eitthvað en þarna tek ég bara ákvörðun þannig í þessu ferðalagi takt honum þessum sem ég og gerði en það var einn hængur á þessu hann samkjaftaði ekki 4 tíma og hefur eiginlega ekki talað síðan. Hefur ekki talað síðan? Nei, eiginlega ekki. En þú veist hvað hann er? Já. Páll minn er skaftfellingur og þeir eru ekki að tala af sér. Nei. Og þeir segja aldrei já og nei og þessi maður hefur aldrei svarað með já eða nei. Og ég er framkvæmdamanneskja, þú ímyndað þér. Eigum við að gera þetta? Hvað er maðurinn í dag? Við erum ennþá ekki. Þið eru ennþá ekki. Og hann segir ekki neitt. Jú, já, sko, en hann segir ekki þetta óþörfu og er ekki, Maður fara orða. Hann er ekki eins og ég get alveg talað yfir hann, sko. Er ekki þægilegt bara að hafa sviðið og... Ég segi stundum að ég á það nei. En svo er ég búin að skrá niður í bók, sko, öll svörinans. Af því að það er bara, hvað getur þú gert til að þurfi ekki að segja já eða nei, ég er með bók það. En þetta er mjög, mjög heilsteyptur og vænn maður og hefur reynst mér greiðilega vel. Og við náttúrulega unnu saman af því hann er með þetta blað, þarna dreifiblað, Sumarhúsið, sem bara dreift frítt til sumarhúsið, svona auglýsingablað. Og ég kem svo inn í þetta 97, þá er ég byrjað að vinna á Mógilsá og hann var með skrifstofu í Mosfellsbæ. Þetta var alveg apparat sem hann var með skrifstofu utan, hann var líka í einhverju bókhaldi, samvinnuskóla gengi. Og hann hann fær svona penna til að skrifa og svo er ég náttúrulega garðyrkjufræðingur þar ég fór að skrifa einhverja garðyrkjugreinar í fyrsta sinn. Og fyrsta viðtalið tók ég 97 á Hvolsvelli. Og það var bara sætt, það var allt í lagi með það og svo náttúrulega bara þjálfaðist maður. Og það var það leyti 97 sem var breytt í A4-blað. Því mér fannst þessi, sko, þetta dreifiritt mér fannst það svo allarslega. Þannig ég var strax fann að hafa áhrif. Og síðan er það árið 2000 sem þetta verður áskriftarrit. Og ég er búin að vera ritstjóri síðan. Og fyrir 8 árum, þá fer Páll Jökull og
að fara í ferðaþjónustu og vinna bara sem tilviljun í byrjun, af því hann ljósmyndari og við getum ímyndað hann líka góður í grafísku hönnun. Þannig að við unnum þessi blöð til að byrja með bara allt sjálf. Bara allt á eldhúsborðinu heima? Já, lá við, sko. Og hann fer svo alltaf meira og meira í túrisma, svo bara hættur. Hann segir bara upp. Og ég var svona jarmandi og svona, þú átti þetta líka og svona. Svo var systir mín og sonur og sagði, látt hann í friði. Hann orðinn svo leiður á þessu. Þannig að það fljótlega þá kom bara annar umbrotsmaður, Davíð, sem kom bara snillingur. Og við erum búin að vinna saman í 4 ár, ég og hann og við bara, og ég seti upp blaðið, því þú þekkir svona grafík, ég seti upp blaðið í PowerPoint. Dregin og ramma og svo bara raða í textanum þannig að Davíð þarf aldrei að lesa textana því hann passar allt við erum bara að þróa með okkur svona og Palli nefndi aldrei að kenna mér á Illustrator eða eitthvað svona forrit þannig ég fór bara mína leið og er bara góð í þessu og svo seti ég þetta til Davíðs og við bara gerum þetta þegjandi hljóðlaust. En núna og þetta ennþá að gefa út? Já, það voru 5 blöð og þegar ég var orðin svo mikið ein með þetta, þá var þetta orðið svolítið mikið, að því ég er að reskjast. Og síðan voru 4 blöð fyrra og núna er ég með 3 blöð. Sko, já, og líka svo fekk ég svona, að því að maður fær hjartaáfall þegar maður er svona gamall. Í fyrra. Og það svona stoppaði mann svolítið af. Og ég þurfti að bara, en ég kom út í jólablaðinu. Kom það alveg á bara óvart hjarta? Nei, ég er búin að vera með hjartavandamáli í svona 17-18 ár. Þú vissir að því að það? Já, ég gat alveg gert ég bara, eins og systir mín sagði, sem er hjúkrunarfræðing, hún sagði bara, hvað er gott að sjá þig hérna inni. Af því hún átti alltaf von á því, sko. Og það er mikið í fjölskyldinu þannig að þetta er eitthvað sem við glímum við. En það var allt í lagi hjartanu og kransanum, þetta var bara blóðtappi sem fór líklega frá fótum. Og þú ert ok núna? Hvað sýnist þér? Þú lítur bara guðdómlega út. Ég lít guðdómlega út? Já, en þú ert semst komin yfir þessi veikindi. Nei, ég þarf ennþá að sofa svolítið. Já, svo er maður bara á lyfjum og maður verður að passa sig aðeins, þannig að ég ákvað að fara í 3 blöð. En núna er ég alveg tilbúin ef einhver vill taka í við þessu. Og þá er ég alveg tilbúin að láta það frá mig og ég er búin að vera tilbúin í nokkur ár. Og vegna þess að það er svo óteljandi margt sem ég er að gera, sko. Þetta er eigulegt blað. Þetta er rosalega eigulegt. Þetta er eitt af þessu blöðu sem maður sér alltaf á tannlæknastofum og svona einhvers staðar. Já, og það eru margir einmitt svona hagkvæmstofur og tannlæknastofur sem er bara áskrifundur. Búið að vera bara áratugi þessa, þetta er 30 ár. En er þessi bransi ekki að breyta svolítið? Er Jú. þetta ekki að færast á skjáina? Jú. Það er búið að tala pappirinn niður og þetta er ákveðin svona aldurshópur. Og það eru tryggir þessi áskrifendur sem byrjuðu hjá okkur 2000 sem eru núna, sko, eru fæddir kringum 40, 50. Og þeir eru svo tryggir og fyrir nokkurum árum þá var einn áskrifendur fæddur 1919. Og hann bara dó og auðvitað og en konan hans, hún tók á móti blaðinu, hún var eitthvað aðeins, hún var yngri en hann. Og í 3 ár þá var blaðið sendt til hans á hans nafni en það fór alltaf til konunar. Og hún borgaði svo bara eitthvað, þetta var eitthvað svo sætt, hefur verið með sameiginlega reikning. En þetta er ofboðslega tryggur hópur sem hefur fylgt okkur og við hefum líka gert töluvert fyrir hann. Ég er með mikið af námskeiðum og svo hefur við verið með hátíð í júlí sem hefur komið 500-600 manns og ég er með skemmtiatriði, fræðslu, markað, torg. Hvað ertu með þetta? Bara í Fossið 1 á Selfossi, bara í heimagarðinum og heimagarðurinn er orðinn listigarður. Þannig að fólk er alltaf, það er fullt af sem geta lært af. Og svo er ég að nota nágrennið á milli mín og tískuvöruverslunar er svona steypt plat og þar kem ég alveg 30 aðilum í svona lítil hús og tjöld. Markars. Þannig að þetta er alveg, ég hef komið. Þú hefur komið? Ég hef komið, sá þetta, sé þetta í praxis. Þannig að þetta er árviss viðburður. Já, þetta er búið að vera í 8 ár. En svo er svona entrepreneur í þér. Svona frumkvöðull. Ég er frumkvöðull. Þú ert svona frumkvöðull í eðlinu. Já, ég held nefnilega, ég er búin að vera á svona námskeiði í sóknarfæri nýsköpun og það er bara lýsandi fyrir mig að ég sótti að komast þarna inn í hennan hraðal sko í desember og ég fekk hjartaáfall í nóvember miðjan sko. Þannig ég var sko engan veginn fær það.
að fara í neitt svona sko. En mér fannst þetta æðislegt. Og svo byrjaði það 29. janúar og búið að vera 2 viku við erum á slútt á 16. í mars, í 2 mánuðir. Þetta bara háskólanám og í rauninni hef ég farið algjörlega fram úr mér í að vera í þessu, að þetta búið að vera dálítið strempi fyrir konar sem þarf að sofa svona mikið. Það er töffarinn í þér. Það er töffarinn. Og en þar ég að taka fyrir sko 2 nýsköpunar svona sko verkefni sem eru sósíal eða svona félagsleg, samfélagsleg. Eitthvað sem má segja frá? Já. Segð okkur. Já, viltu heyra það? Já, það bara, og það mynd svona, myndi segja hjartansmál. Annað það sem hefur fylgt mér frá 2009. Það svona grenndagarðar og það sem fólk að rækta saman og að rækta saman, ég byrjaði í Reykjavík 2009 og það var við garðyrkjufélagsins og það var allt áhuga fólk garðyrkju sem var að rækta saman og þannig við lærðum svo mikið að hvort öðru, mikið að garðyrkjufræðingum og fagfólki og líffræðingum og alls konar áhuga garðyrkjufólki og þegar ég kem á Selfoss eftir að hafa verið þannig 3 ár og notið þess að rækta með fólki þarna að þá kem ég á Selfoss og fer strax fljótlega að tala við 2011 kem ég á Selfoss og fer að tala við það hjá bænum, garðyrkjustjóra og svo þess og þar og þau skilja nú ekki alveg hvað að fara en svo fattaði það koma kosningaár og þá reyndi ég aftur og þá var kveikt á. Þá var að fara á stað og ég fekk svona bílaplan og veg á svæði þar sem að hafði verið skólagarðar og þar búið að vera grenndagarður síðan. Reynda með fullt af vandamálum, blautt og kartöfluveiki og sniglar og allt svona. Þannig að þetta svona datt svolítið niður í COVID og af því það bara fólk gafst upp og það var bara skiljalegt. En ég einhvern veginn gafst aldrei upp, ótrúleg. En svo gafst mér tækifæri að fara upp á Alviðru, þar sem landverð með húsakynni og þar var vísir af Matthíusargarði. Og þar ég búin að vera 2 ár og ég hef umsjón með því og rukka þar inn smáaur þannig að ég fæ svona örlítið penning. Svo ég skilji þetta rétt, þetta svona staðir sem ég geti farið og verið með eitthvað bleðill og rækta með grænmeti sjálfur? Já, þetta víða á Íslandi, víða í sveitafélögum og þarna á Selfoss þetta ætlað þeim sem að búa í Árborg og þeir borga eitthvað lítilsháttargjald og svo tók ég bara að mér alla umsjón, tók á móti fólkinu allt í sjálfbóðvinnu og að því ég hafði svo mikinn áhuga á þessu. Svo var ég að gera líka alls konar tilraunir þarna og ég var með barnahóp, var að gera tilraunir með hvernig þau aktuðu í garðyrkjunni og niðurstaðan því var að þau voru 10 ára, þá var það ekkert gaman. En 6 til 10 þá var þau alveg á fullu. En svo var ég með Alviðru og þar svona aftur komið þessi hópur sem að við erum að mynda samfélag. Og þar eru 2-3 garðyrkjumenn með mér og matvælafræðingur og eitthvað endalaust eitthvað, þetta svolítið menntafólk og svo höfum við aðstöðu inn í húsinu. Það hérna hlaða sem við höfum líka svona aðstöðu fyrir, við höfum aðstöðu fyrir verkfærin og það pínlítið gróðurhúsastöpur þarna og svo erum við saman, hittust við sko einstaka sunnudag, gerum eitthvað saman, setjum niður saman og svo eitthvað samfélagslegt í garðinum, erum svona að þróa áfram sameiginleg BF, það erum við með kryddið, þá getum við öll sóta í það. Það þarf ekki einna alltaf að vera að rækta, við getum rækta margar plöntur sem tegund þar og við bara sækjum okkur þangað. Og þetta yndislegt samfélag. Já, þetta er þinn. Og svo fekk ég tækifæri til að fara til Rómar á ráðstefnu sem var eingöngu grændagarða. Og ég var alltaf að klípa mig að þeim, er þetta að gerast? Er ég hérna bara með hinu nördunum? Og þetta var frá 5 löndum. Þetta var verkefni sem var styrkt af Evrópusambandinu og þetta var til 4 ára og bonsa peningsett í þetta. Og þau í Róm, þau sáu þetta að framkvæmdina á þessu. Og þeir eru mikið með grændagarða í Róm. Það var bara ósk frá almenningi og þetta var svona baráttumál. Og þar alveg 4-5 hektara garðara þar sem fólk hefur 25-50 fermetra skika og rækta sitt grænmeti. Og við skoðum eitt grændagarð þar sem var svona 4 hektarar fyrir almenning, en svo var líka aðstæða þarna fyrir fólk sem var eldri en 25 ára og var einhvert, fullorðið einhverfir.
og þeir voru, hvort voru 20 og þau voru í húsi sem var með nokkrum herbergjum þannig að þau gáttu líka komið þar í svona einlögn, hvílaða foreldrana og eða aðstandendur og þarna komu þeir á daginn, alla virka daga og voru að rækta svona sér af því þau þurftu svona sérstaka meðhöndlun en svo var alltaf einn Rómverji, ein fjölskylda sem tók að sér einn skjólstæðing og þau ræktuðu saman í sínum garði. En þetta voru örugglega 4 hektar, þetta voru örugglega 300-500 manns sem voru ræktaðna eða reitir. Og þetta var, og ég fekk að vita allt hvernig hverfir aktar við fórum að borða á þessum stað og þetta var bara, ég bara finna þetta gráta sko, ég var mjög gæsahóð bara að hugsa þetta. Og svo var líka sögur frá Írlandi, svona barnagörðum, samfélagsgörðum, fjölbrautaskóli á Spáni, Grikkir voru með svona lækningagarða og ég bara að verða svolítið útlærð. Vá, frábært. Og þetta var sko, og þetta gerðist bara, ég var alltaf í nóvember og ég fekk náttúrulega hjartaáfallið í Róm. Já, vektistu það? Ég var að hlaupa í lest og þannig. Og bara sjúkrahúsið og allir bakinn? Nei, ég kom tilbaka og bara mig vel og það kom svona læknadót. Og svo bara takk ég blóðþrýstingin og var svona töffari sko. Og því ég kom ekki til greina við þarna eftir. Nei, töffarinn. Töffarinn, þannig ég fór í flug og ég kom bara heil út því og svo var ég bara lögð inn með ensiminn í háum hæðum. En þetta var bara mjög þakkavert og ég lærði ofboðslega mikið og hef búin að læra eða sko meta lífið og ég elska miklu meira. Ég elska meira og það er svo athyglisvert. En svo finn ég alveg þeir sem ég elska ekki, það hefur ekkert breyst. Það var annarkvort eða. En svona, hvar finnst þér við vera svona í þessari hugsun með samfélagsgarða? Þetta er svolítið sósíal hugsun. Já, þetta er mjög sósíal. Við erum bara mjög aftarlega á miðinni. Er það? Íslendingurinn ekki að kveikja á þessu? Nei, sko það er svona mjög mikið áhuga fólk sem kveikir á þessu og ástæðan er að við erum svo rík. Það þrengir ekki að okkur. Nei. Og ef við hefum ekki pening fyrir mat þá förum við bara í fjölskylduhjálpina eða eitthvað. Förum í næstu biðröð. Og það er það sem ég finn sko þegar almenningur er að heillast og koma í grendagarðinn, svo er þetta bara svo mikið vesinn, nennir þessu ekki. En þetta er að aukast töluvert erlendis og í löndum í Austur-Evrópu þá náttúrulega rækta allir sitt grænmeti. Launin er lág og það er bara hefð fyrir því og þess vegna eru launin lág að þau búa til matinn sinn sjálf. En þetta þurfum við að tileinka okkur af því að við vitum ekki hvort einn daginn verði einhver plága þannig að það verði ekki flogið eða siglt. Hvað ætlum við að gera? Bara éta lambakjöt? Svo mikið hlut af þessu grænmeti sem er innflutt en kannski ekki það hollasta í. Við vitum ekki hvað við erum að borða, sko. Hvaða eiturefni hafa verið notuð eða og mjög hraðvaxta og keypt upp á áburði. En þegar þú ert að rækta svona sjálfur, ég rækta allt lífrænt í dag og ég er líka permakulturisti, svona vistrækt og ég veit nákvæmlega hvað ég er að borða og ég veit bara, þetta er stútfullt af góðum efnum og það er engin aukaefni í neinu að því þú kaupir í krukku þá bara aukaefnin er í runu. Já, svo hef ég lesið sko inn að svega, genabreytt. Já, svo kemur það líka. Kemur sápakki. Já, þú getur ráðið svolítið ferðinni þegar að þú ert að rækta sjálfur. Það er þetta mataröryggi og svo er líka sko óbúslega stór kostur og þú getur svolítið valið náttúrulega hvað að rækta. Viltu rækta fennel? Það er ekki alltaf að fást út í búð. Eða viltu rækta einhverja baunategund sem að fást ekki út í búð? Eða eitthvað yrkja rabarbara eða fara þínar eigin leiðir. Og svo finnst mér stærsti punktur við þetta að þetta er eitthvað velíðan. Og þetta samfélag sem eru alviðri núna, við erum núna orðin 12 ræktunarleitir og þetta sem eru fjölskyld og það er fólk á öllum aldri. Börnin eru líka þarna. Að það er að mynda svo mikið kærleikur og við erum að fara að, þetta eru 2 ár sem eru búin að vera í 2 ár þarna og svo dettur einhver úr og kemur annar í staðinn að
að við erum að skiptast á plöntum. Þegar það kemur á uppskerjum þá maður þessi bara með, ég með grængol fyrir hverfið. Og þá offrar hann einhver grængol og fær rófur í staðinn. Skiptimarkaður. Já, og þá maður aðstofa þannig. Og svo núna eitt sem afskaplega þröstur, en svo duglegur, hann að koma með ull sem við setjum ofan á beðin til þess að forða kálfflugunni. Þá erum við með alls konar góð ráð til þess að, sem eru svona vistræn ráð til þess að rækta ennþá frekar með heilbrigðum hætti, á heilbrigðan hátt. Og svo fórum við öll niður í fjöru að sækja okkur þara og litur rigna gegnum hann og nú erum við að fara að setja hann í beðin og svo við erum 2 sem eigum kerru og svo fyrir við að sækja hrossaskít og mokum í og gerum þetta svolítið saman og þetta verður svo gaman og það svo mikið hamingja. Svo ég með fróðleikinn, ég ekkert að kæfa fólk með fróðleika því að ég vil endilega koma líka á námskeið til mín, skilur. En þetta bara svona, við erum bara hamingjusamt fólk saman og okkur hlakkar ofsalega til að byrja. Mér finnst vera smá hippafílingur af þér ennþá, ég verð að segja það og er vel. Já. En svona, þú ert að halda námskeið og fólk getur leitað til þín og fylgst með þér. Já, og ég með svo mikið fróðleik á YouTube, Sumars og Garðurinn YouTube, þar eru bara fullt af myndböndum fræðslumyndböndum. Þannig að fólk getur leitað þar inn og alveg helling, já, Auður allt árið heita þessi myndbönd og líka á heimasíðun okkar, rit.is, alveg hellingur. Og ég búin að vera í gegnum tíðina náttúrulega bæði með blöðin í 30 ár og þessi myndbönd í ykkur 10 ár líklega. Og það bara mér finnst ég með fangi fullt af fróðleikum garðyrkju og svo erum við búin að gefa út 11 bækur garðyrkju. Já, vá. Ég finnst þetta ekki orðið verða góð og ekki bara fara í Helga Stein. Ég bara mjög imponeraður yfir því hvað er búin að gera mikið og það er vel. Já. En einhver sagði þig að þú væri svona blómakvíslari. Það lifði allt einhvern veginn sem að kemist í hendurnar á þér. Já, það. Hvað segir það? Kannski núna alveg seinni ár. Og ég hef volið mikla tilfinningu fyrir, ég finn alveg þessar plöntur hjá þér, það eru allar mér líðum vel hér, það eru allar í pottendu standi. Er þetta í lagi? Þetta allt í lagi og fullkomið en ég finn svona ef að plöntur eru þurrar og illa farnar og eitthvað svona, þá finn ég svona einhvern veginn á húðin á mér, Já, ok. Það er kannski að vera blómapíslari. Og svo hef ég verið að taka hérna því ég með góða aðstöðu, ég með svona tjald inni með ljósum í og ég hef verið að taka plöntur frá vinkonum mín sem ég segi ég hún ennþá svona. Það tekur það í fóstur? Já, ég tek að þetta sjúkrahús, Er það ekki bara business út af fyrir sig að taka plöntur í fóstur? Ég bara... allt einhvern veginn? Þá það alveg svo leiðilegt, Já, þá það leiðilegt. Ég þarf bara, ég myndi óska þess að geta verið með einhverja manneski sem hugsa um peninga. Og ég bara gef allt. Það er hippinn í þér. Það er hippinn í mér. Já. Auður, það var sérlega gaman að fá þig. Takk fyrir mig. Og hitta þig hér og takk fyrir að deila þessu með okkur. Myndamál, takk fyrir mig. Þetta verður góður. Herðu, við sjáum svo síðar. Takk fyrir að horfa eða hlusta. Við kveðjum hérna á Gömluborg.